Núna ætlum við að útbúa spjald sem að lítur nákvæmlega svona út. Það er ein svokölluð loftadós hérna í miðjunni. Þessar eru kallaðar rofadósir eða rofa- og tengladósir og þessar litlu hérna eru kallaðar veggdósir. Og ég mun útskýra fyrir ykkur á skref fyrir skref hvernig er best að koma þessu fyrir. Áður en það byrjar þá kemur vídeó það hvernig er best að beygja rörin til þess að ná góðum beygjum. Það er mjög áríðandi að beygjurnar á svona plasturrörum séu góðar hjá rafvirkjum til þess að auðvelt að draga vírana í á eftir. Ég ætla að sýna ykkur núna hvernig svona rafmagnsrör eru beygð. Til þess að beygja svona rafmagnsrör þá þarf maður beygjuborn sem er stungið inn í rörið og það er eitt sem er verið að athuga fyrst. Ekki vera með gorm sem er skemmdur. Sjáðu það er brot í þessum gorm hérna. Man reynir að nota gorm sem er brotinn, þá kemur alltaf brot í rörið á þeim stað. Þannig að þessi fer bara ruslið. Þessi gormur sem ég er með hérna er heill greinilega. Setja hann inn í. Síðan tek ég bara hendurnar svona beint fram. Kannski aðeins lengra í sundur ef þetta er eitthvað erfitt. Og ég beygi bara. Þangað til að hnúarnir fara saman hérna. Bíða augnablik svona. Og leyfi svo rörina rétt á sér. Og við sjáum að beygjan er aðeins krappar en hún þarf að vera. Hún verður að vera þannig. Ef að beygjan er ekki þannig, ef ég beygja rörið á lítið og það er svona, síðan setja ég það sem það á að vera og það er kannski alltaf lagi í dag. En á morgun þá er það alveg örugglega orðið svona. Og þá er kannski búið að steypa í vegginni sem að rörið er inn í. Og það er ekkert verið að fara að draga neina víra í gegnum þessa beygju. Við viljum að beygjan sé svona. Og sjá meðan ég var að tala þá réttir beygjan með þess að pínlítið mér úr sér. Og nú, það er ekkert mál að rétta úr beygjan aftur og hún fellur ekkert saman. Það ætti að vera alveg fullkomið. Eitt mjög áríðandi atriði. Beygjurnar mega ekki vera of krappar. Þið megi ekki setja puttana eitthvað hérna inn í beygjuna og gera eitthvað svona. Þá gerist þetta. Beygjan verður of krapp. Þið sáu hvernig ég gerði það, ég setti puttana ekkert inn í heldur var með hendurnar eða frá. Og þá höfum við þessa einföldu reglu að ef að beygjan er krappari heldur en beygjan hérna á dósinni, þá er hún of kröpp og hún fyrir ruslið. Það er bara þannig. Reyna aftur. Og þið megið reyna eins oft og þið þurfið, aftur og aftur, að gera beygjurnar og það náttúrulega nær þessu enginn eins og ég bara svona í fyrstu tilraun. Það getur tekið 10-20 tilraunir að ná þessu. Það er ekkert óeðlilegt. Bara æfa sig, æfa sig, æfa sig. Það fyrsta sem við gerum er að ná okkur skrúfur og gá hvort þær eru passlega langar. Við bara senda þær hérna í og síðan skoðum við hvort þær fara í gegn. Það er greinilega vantar hérna alveg hálfan sentimeter upp á þetta að fara í gegn, þannig að þetta er fínt. Það er spurning með hína dósirnar sem við ætlum að nota, hvernig það verður. Það eru greinilega langar í þetta, þannig að við þurfum að finna okkur styttri skrúfur fyrir þessar dósir. Hér höfum við það. Skrúfur sem eru 20 mm
Það mætti jafnvel vera 25 mm. En þetta er fínt. Þetta er nógu langt. Ágætislengt, fer ekki niður úr plötunni og niður í borðplötuna. Þá er bara að koma að mæla fyrir dósinni hvar hann á að koma og festa hana. Við finnum bara miðjun á plötunni. Hérna er ég með 39 cm. Þetta er það 19,5. Það er alveg ágætis regla sem maður sé nú ekki að gera henni mistök. Mæla bara í hina áttina líka. Það er 19,5. Það skyldi nú hafa reiknað vitlaust í huganum. Og það er hérna líka. Svo finn ég mig bara reglustrykku eða eitthvað sem er beint. Ég er svolítið stryk hérna. Ég þarf að finna miðjuna á því. $69. Það myndi þá vera 29,5 eða ekki, sagði. 29,5 bara aftur. Ég þarf að finna hérna þessi gött hérna. Það verðist að vera 10 cm á milli þeirra. Svona, já, það er eiginlega 10 cm héðan og hingað. Þannig að það er svona tæpir 5. Og maður notar átt sko, ekki þennan hérna, maður notar á þennan part bara af málbandinu til þess að mæla. Man er meiri nákvæmni þannig. Ég vil alveg endilega þetta lendi á hárréttum stað. Svo náttúrulega að skrúa þetta fast. Og þá er komið að því að beygja rörin og koma hinum dósana fyrir. Og ég hef búinn að kenna ykkur að beygja rörin hérna í vídeóinu á undan. Við þurfum 4 svona hálfsmetris langa eða 50 cm langa búta. Einn hérna má vera aðeins styttri. Svo klippum við þetta til á eftir. Við reynum ekkert að gera þetta í hárrétta lengd strax. Það er ekki hægt. Við getum ekki beygt það svoleiðis. Það er mikið kraft að þetta. Það er að vera svolítið langt. Og það er ekki hægt að gera þetta alveg. Það eru til alls konar svona dósir frá mörgum framleiðendum eins og þessar hérna, stútar fastir á og tilbúnir. Það er nú eiginlega algengast. Stútar dósir eins og þessar hér. Það er hægt að festa þær saman hérna. Svona. Þessar hérna dósir. Líka með þessum stútum. 3 eða 2 og svo framvegis. Sérstök stykki til að festa þær saman. Svona.
getur verið mismikið vesen. Eitt áríðandi atriði, við tökum þessar skrúfur hérna aldrei úr. Svo það er búið að tína þeim hérna. Það er oft einhverjar altarar gengjur hérna, sérstakar gengjur og skrúfandir, einhverjar spes skrúfur í þessu. Það getur verið mjög mikið vesen að lagfæra það, að finna rétta skrúfu sem að einhver að tekið úr og týnt. Það eru bara alltaf hafðar í. Það er alltaf nóg að losa þér bara aðeins til þess að losa búnaðinn úr. Við ætlum að nota þessar dósir hérna. Þær eru með svona lausum stútum. Líka hægt að fá þær með einhverjum föstum stútum. Ég ætla að biðja ykkur um að ef það þarf að setja stút á þær, að setja stútinn á móti, beint á móti þessum tvöföldu hérna. Það er 1, 2, setja hann hér. Notum bara snörskóhníf, skerum gat hérna fyrir svo vírarnir komast í gegn og stúturinn í. Svo kemur þetta hérna á eftir. Og nú hefst aðalföndrið. Það er að koma dósunum og rörunum fyrir sem er ekki auðvelt eða að takast vel. Við getum nota bara skrúfjárn eða eitthvað til þess að taka tappana úr loftadósinni. Við ætlum að reyna að láta þessar dósir vera 2 cm frá kantinum. Og núna þarf þetta að passa, þetta er stutt að beina sér að nota þetta, þannig að geyma hana. Þetta er ágætis beygja hjá mér. Nú gengur ekki að festa dósina fyrst og setja rörið svo vegna þess að við þurfum að stinga því bæði inn í hér og hér. Það byrjar einhver töluverð föndur vinna að ná að gera þetta vel. Ég ætla aðeins að laga beygjuna aftur hérna. Þetta er ánægður með hana. Nú er hún fín. Og þessi ég setja að vera hérna. Bara reyna að taka þetta með auganu. Þetta er greina á langt. Langt en þá. Þetta er aðeins í nærri lagi. Svona. Svo getur maður svona aðeins hnika þessu til. Þetta verður aðeins lengra inn í. Þarna. Það er augljóslega gott að setja hérna einhver strik til að miða við. Svona. Hvað nota þessa.
er búinn að ákveða að nota þessar skrúfur. Ég þarf annað skrúfjárn hérna í skrúfvélina. Skrúbita eins og þetta kallast víst. Og var að vanda að setja lendur auðvitað stað. Svona. Síðan ger ég eins þegar ég festi hinar dósirnar. Sjáum að þetta hérna er kannski aðeins langt. Ég held að það komist aðeins lengra hérna inn í. Já. Nú ætlum ég bara að klára græja hinar dósirnar áður en að vídeóið heldur áfram. Hér kemur svo síðast á dósin. Ég ætla aðeins að laga beygina aftur. Svona. Það er ekkert alveg hárnákvæm staðsetning á þessari dós. Það er svona fallegum stað hérna einhvers staðar. Á til. Og það er þetta að fara að draga í. Og síðasta rörið, eitt passlega hérna. Þá er þetta komið. Tilbúið fyrir fyrsta tengiverkefnið.